var eitthvað að grúska á netinu og datt niður á hérna myndband með honum Agli Lokbrá vini mínum. Mér ekkert illa við Egil, ég held að þetta sé ágætis drengur, þótt hann sé svolítið týndur það sé svolítið týndur kallinn. En það hérna á YouTube klippa frá því að hann var með Kiljuna og það á stjórnkerfi. Ég ætla bara að leyfa ykkur aðeins að heyra hvað hann að segja. Hann að tala hérna við bóksala. Hann á skólaverustygnum. Góðan bóksala þar, vin sinn sem mætti oft hjá. Og hlustiði hérna á upphafið á umræðinni. Ert þú frímúrar, Egill minn? Nei, og mér hefur aldrei verið boðið í neitt svona klúbb, bara aldrei á ævinni, ekki neitt. En eins og menn vilja ekki hafa samband við mig út á svona klúbb. Nei, nú eru frímúrarar merkilegu félagskapur að mörgu leyti. Og það ekkert slæmur félagskapur? Nei. Það frímúrarar, sko, frímúrarreglana náttúrulega stofnuð, sko, í London 1717. Já, hérna byrjar hann að tala einhverja smá sögu. En hérna byrjaði á því að segja bara félagann, eða bóksalinn byrjar að fræðan á því að frímúrarnir séu nú bara svona strákaklúbbur einhver. Síðan hérna þegar við erum komin örlítið inn í myndbandið, þá hins vegar förum við að heyra aðeins annan tón. Hérna heyrum við til dæmis þegar að tala 1940 til 1960, hlustið á þetta líka. Og 6 til 1935. Jónas frá Hriflu, já. Jónas frá Hriflu. Já. Frá 1940 til 1960 eru frímúrarar og þeirra meðlimir valdamestu menn á Íslandi. Já, þarna frá 1940 til 1960 þá þessi skátaklúbbur, þessi strákaklúbbur valdamestur á Íslandi. Og hérna síðan heldur hann áfram, blessaðir strákanir. Náttúrulega laðar menn inn í regluna. En annars var aðal maðurinn í frímúrarreglunni áratugi, það var Vilhjálmur Þór. Þessi dularfulli maður í fjármálalífi Íslendinga fyrr og síðar. Já, forstjóri SÍS. Forstjóri SÍS og bankastjóri Landsbankans og fyrsti seðlabankastjóri á Íslandi. Og hérna, til dæmis, ef við tökum bara eitt dæmi, Morgunblaðið, það í eigu manna Hallgríms Benediktssonar, Garðars Gíslasonar, Völundarbræðra og hérna Já, þarna erum við semst komið með þá reynt að það SÍS og Landsbankinn og Seðlabankinn, það frímúrari í öllum þessum reglum og síðan eru frímúrarar sem stofna Morgunblaðið sem hefur náttúrulega haldið uppi allri umræðu á Íslandi á þessum tíma var bara Morgunblaðið sem að heila þvoði landsmenn. Og svo heldur hann áfram hérna á 4. mínútu, ég mun nú setja link á þetta vídeo hérna fyrir neðan eflaust. Fyrir það sem hafa áhuga á því. Þeirra áhrifamenn innan reglunar haft ótrúlega mikil áhrif, til dæmis á leyfisveitingar við innflutning. Já. Þá voru skrifstofur á Íslandi sem að úthlutuðu öllum leyfum til innflutning. Þú kannst ekki fengið að fara til útlandar að fara á einhverja skrifstofu og biðja þar á hnjánum 10.000 krónur til að fara til útlanda. Þarna voru gjaldeyrisöft eins og þeir eru búin að sitja á aftur núna. Og ennþá Egill bara, já, merkilegt sko. Hann ekkert að spurja bara, já, heyrðu, vá, þetta svolítið merkilegt. Þessi kallar bara stjórna hérna öllu í landinu greinilega. Það verður nú eitthvað að fara að kanna þetta. En síðan halda þær áfram hérna. Hlusti aðeins meira. Tímabili. Í utanþingsstjórninu 1942 eða hvernig hann var, þá voru 2 frímúrarar, Björn Ólafsson og Vilhjálmur Þór. Og þegar Vilhjálmur Þór kom á heimsýningun 1940, þá kom hann með kókumboðið. Og hver fekk kókumboðið? Björn Ólafsson.
Vilhjálmur fekk 10% í kók. Já, þarna var kókumbúðið komið og það er náttúrulega tengingin við allar erlendur hreyfingar, það er kók og Pepsi og öll þessi fyrirtæki eru meira og minna í eigu elitumafíunar og þeir fara ekkert að setja svona hluti í hendunar á einhverjum bara ótengdum vitleysingum. Þeir setja þetta allt saman til reglubræðra. Já, svo viljum við náttúrulega ekki vera vondir við þennan strákaklúbb, þennan litlu strákaklúbb, litlu skátana sem eru bara að hjálpa gömlum konum yfir götuna og fleira slíkt. En ég kíkti aðeins á heimasíðu frímúrara á Íslandi og það er svolítið merkileg stofnun og þeir hafa alltaf neitað tengingu á milli sín og þessara Illuminati hreyfingar og já, það er einmitt einn punktur sem er eftir hjá bóksalanum á Skólavörðustíg. Það segir hann talar sem ég minnst á áður, hann talar tenginguna þeirra við Egyptaland. Mannir eru svo gjörbreyttir frá því að en tímarnir eru svo breyttir. Er í rauninni mannbætandi félag fyrir menn sem iðka svona fornfræði, Egyptológi og Babyloniológi og allt mögulegt þannig. Jú. Þarna, hann er svo spot on kallinn, hann er alveg, þetta er það sem ég hef alltaf verið að segja, að þeir koma, elitumafían í dag kemur frá Egyptalandi og Babylon og til dæmis sjáum við að Evrópuþingshúsið eða Evrópuhúsið, Evrópubandalagið, það er eftirlíkinga gamla Babylon byggingunni. Þannig að hann er alveg spot on kallinn, hann er alveg. Og sjáum við hvernig frímúrararnir á Íslandi, talar hátt upplýstur og það fer náttúrulega eftir hvað eru komnir hátt í reglunni. Nú síðan förum við kannski aðeins í merkin þeirra. Það er þessi regla og þessir Egyptar. Fyrst var það Egyptaland, síðan Rómaveldið og síðan voru þeir í Feneyjum, svo Frakklandi, Skotlandi, alla Skandinavíu og núna Bandaríkin. Og svo náttúrulega lögður undir sig í gegnum breska konungsveldi, lögður undir sig Afríku og Ástralíu og allt þetta. En það er svo merkilegt að eins og þeir sáuð í þessu viðtali sem Egill var að taka, að menn bara, já, þetta er svo góðu klúbbur og það er svo breyttir tímar og allt það. En kíkið aðeins á merkin þeirra. Sjáu þið, þetta er þið sjáu þennan kross þetta hexagram, er augað, alveg allt útvaðandi, er gólfið, sjáu þið, tíklaða gólfið, ég kem það eftir þegar við skoðum lögreglubúningana, sjáu þið, þetta er allt vaðandi í þessari ikonografíu. Og svo fyrir við að skoða kallana sem er í þessu. Er nú einn aðal kallinn, bankastjóri, ekkert að því, góðu kall, efast ekkert það. Og sjáum við merkin hans, hann er með sömu merki á brjóstinu og víðar. Og svo er nú bara gaman svona, ég ætla að benda á einn Jón Sigurðsson, var hann ekki seðlabankastjóri og ráðherra og alls konar. Það var nú gaman að fá frá ykkur, kæru hlustendur, alls konar tengsl frímúrara inn í viðskiptalífið og sín á milli og allt það. En ef við höldum áfram með myndirnar, þá sjáum við ástralskan lögreglugaur, hann er með þetta allt saman á arminum. Sjáum við lögreglubúninga með þessum svarthvítu borðum. Þetta sjáum við líka á íslensku lögreglubúningunum, nýju, að þeir eru merktir frímúrarareglunni. Íslenska lögreglunni mert frímúrarareglunni og ég hugsa að lögreglunni hafi ekki hugmynd það, Þeir vita náttúrulega ekkert í sín haus, blessaðir. Og sjáum við hvaðan þetta tíklaða munstur kemur hjá þessum skólastrákum.
og þetta í sölunum þeirra, þá hafa þeir svona tígluð gólf og þetta sama og þeir sitja á lögreglubúningana sem náttúrulega merkileg tenging. Breska drottningin náttúrulega öll merkt í þessum merkjum og páfinn líka og þessi höfubúnaði sem hann með, þetta fiskur sem heiðið tákn. Þannig að þið sjáu hvernig ég fengi svolítið viðbrögð við þessum vídeóum mínum eins og 21 markmið frímúrara og síónista vídeóin og allt þetta, að fólk einhvern veginn bara trúir þessu ekki. Það bara segir við mig, þetta ekki til og þetta bara allt saman einhver miskilningur hjá þér, Axel. Þetta bara eitthvað bull og vittleysa í þér. Og og þið sjáu bara þarna í þessu vídeó, ég set nú linkin á þetta vídeó þarna með honum Agli, og þið sjáu bara þarna í raun tíma hvað þetta hvernig fólk einhvern veginn í afneitun yfir þessu. En hins vegar allt þetta lið, það stýrir landinu. Getið ímyndað eitthvað til dæmis ef að segjum að ég, sem ekki tengdur inn í þessar klíkur, eða ekki í þessum félagskap, segjum að ég sé að verja mál fyrir dómstólum eða sækja mál fyrir dómstólum, segjum bara gegn Glitnisbanka og dómarinn og bankastjóri Glitnisbanka eru félagar. Akkur má ég þá ekki fá félaga minn sem akkur má ég þá ekki fá bara eitthvað félaga minn sem dómara? Það þá ekki sanngjarnara? Og við getum séð bara hverjir eru aðalkallanir að það núna, hverjir stjórna íslensku frímúrarareglunum á Íslandi. Og það náttúrulega bankastjóri, ég ætla ekki að lesa nöfnin, þau skipti sjálfum sér engu máli. Það bankastjóri, dómari, hagfræðingur, auglagnir, prestur, framkvæmdastjóri og svo annar dómari og svo útibússtjóri, bankagaur og svo einhver aðrir gaurar. En ég nú aðalega bara að eltast við þessar stöður núna í þessu samhengi, að ef að ég að sækja að verja mál fyrir dómstólum og dómarinn frímúrari og og þá á ég náttúrulega ekki séns í að vinna málið eða verja málið. Og það svo mikið lykilatriði til þess að átta sig á því hvernig verðtryggingin keyrð á Íslandi. Það þessi regla sem heldur því gangandi. Ég held því alveg statt og stöðugt fram að þessi reglumafía sem ég vil kalla hluta af elítumafíunni, að þetta liðið sem heldur þessu gangandi. Og ef þið kíkið á vídeóið mitt Survivor-helkennið, þá hef ég ekkert á móti því að menn séu með einhver leyndafélög, eða ég alltaf á móti því, en við getum hugsað okkur, segjum bara það, ok, það eru leynifélög, það eru glæpaklíkur og við ætlum að hafa þjóðfélagi þannig. Þá vill ég bara fá að vita af því, þannig að ég geti með ykkur kannski stofna mína klíku og mína reglu og mitt leynifélag. En það svo óréttlátt eins og í Survivor að það svo óréttlátt, eða reyndar í þeim leik var alltaf lagi eitthvað plottuð svona, en mér finnst það svo óréttlátt í lífinu, það sem okkur talið trúum að við búum í lýðræði, það sem allir hafa eitt atkvæði og við séum öll svona jöfn og fínt og þetta sé svo æðislegt, að þá sé staðreyndin hins vegar svo að það eru leynifélög sem ráða öllu. Og þið munið á Survivor að það var alltaf einhverjir 2 síðar sem höfðu myndað með sér leynibandala í upphafi, að þeir stóðu eftir þegar það var búið að henda öllum hinum út. Og það svo mikið þannig sem við stöndum. Og þetta bara falið í augsýn. Þetta bara heimasíður, þetta liggur bara algjörlega á borðinu. Og erlendu tengslin líka. Að þetta lið á fullu í erlendu tengslum og þetta lið svolítið skít sama almenning og almenna borgara. Það bara eins og þið vitið að handrukkarar mafíunar, þeim alveg sama hvað þú ert að segja eða hvernig þeir líður eða hvað, þeir komum bara að fótbrjóta þig. Og þetta lið í raun í sömu verkum, og ef þið horfið á mafíumyndir, að mafían var ekkert alls slæm, eða þannig, hún alltaf var alveg hrikaleg, þetta skipuleg glæpasamtök og alveg
alveg skelfilegt að hafa slíkt í rekstri, en þeir voru í alls konar félagsstarfsemi. Ef allir einhver kona misti manni sín og átti fullt af börnum og átti enga peninga, þá fór út mafíuna til þess að fá aðstoð. Og það er þannig sem þetta þjóðfélag byggist upp rosalega mikið, að þessir aðilar, þeir eyðalega rústa öllum fyrirtækjum hjá venjulegu fólki, þeir skapa einokun á öllum sviðum og síðan eru allir bara niður brotnir og eða kemur eitthvað upp að þú þurfa að fara á hnjánum að fá ölmusu hjá þeim, alveg svo var með mafíuna þegar hún var og þegar hún er. Þannig að ég vildi nú bara aðeins benda ykkur á þetta, sló mig svo rosalega hvað menn eru sofandi. Þeir voru bara með öll gögn þarna og já, þeir réðu öllu á þessum tíma, þeir réðu öllu á þessum tíma og þarna var maður sem bara réðu öllu. En þetta er allt saman einhverja fabulusögur. Þannig bara sjáu þið afnetununa í verki.